Lúxus grillpakki með sérvöldum lambasneiðum með 50% afslætti. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan áhugaverður þáttur. Söngleikurinn Mystery Boy eftir Smára Guðmundsson hefur verið sýndur hjá leikfélagi Keflavíkur síðustu vikur. Nú söngleikurinn að fara í Þjóðleikhúsið. Við hittum Smára og hann sagði okkur frá sögunni á bakvið Mystery Boy. Hvernig verður umhorfs á Suðurnesjum árið 2040? 4 mismunandi myndir hafa verið dregnar upp og voru kynntar á fundi í vikunni. Við kíktum inn í framtíðina. Minnismerki flugvélina Hot Stuff hefur verið afhjúpað við Grindavíkurveg. Vélin fórst í Fagradalsfjalli í byrjun maí 1943 og með henni fórst meðal annars yfirmaður herafla Bandaríkjamanna í Evrópu á þeim tíma. Við heyrum sögu Hot Stuff í þættinum en byrjum í leikhúsinu með Smára. Söngleikurinn Mystery Boy eftir Smára Guðmundsson var valinn athyglisverðasta áhuga leiksýning leikásins 2017 til 2018 af Þjóðleikhúsinu. Sýningin hefur notið mikilla vinsælda í uppfærslu leikfélags Keflavíkur en í umsögn dómnefndar verkið segir meðal annars að fantasíukennd nálgun höfundar við efnið sé til þess fallin að gera það aðgengilegt og skemmtilegt fyrir nútíma áhorfendur en söngleikurinn byggður á reynslu Smára af því að fara í áfengismeðferð. Við hittum Smára í frumleikhúsinu og ræddum við hann verkið en 50. 24. maí verður Mystery Boy sýnt á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Smára, til hamingju með sýninguna. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu ekki sáttur með viðtökurnar? Jú, ég mjög sáttur. Þetta búið að vera alveg frábæra viðtökur og líka bara rýnin frá stjórninni eða dómnefndinni frá Þjóðleikhúsinu, mér finnst hún alveg glæsileg og þetta bara mjög flott og góð viðurkenning finnst mér. Segðu mér aðeins frá Mystery Boy. Mystery Boy hann dálítið segur karakter. Hann fæddist fyrir 18 árum síðan inn í herbergi hjá mér þegar ég átti að fara að sýna. Ég var með einhverja tónleika og ég var svo kvíðinn að ég bjó til hennan karakter sem geti verið upp á sviði sem væri að geti sett með sólgleru, færa einhver fyndin föt og það myndi taka allan svona athyglina eiginlega af því sem ég var að gera því ég gæti einhvern veginn dreift þessu þannig fæddist hann svona til að losna við kvíðan við að fara upp á sviði sko. Og síðan hefur hann fylgt mér í gegnum árin og alltaf þegar ég hef verið óákveðinn og kvíðinn þá hef ég oft leitað til hennan karakter sko. Ekki bara þegar ég var upp í svið, bara þegar ég bara í venjulegu lífi sko. Mystery Boy núna í þér? Já, hann verður alltaf til sko og verður alltaf góður vinur mér sko. Og ég mun setja upp sólgleru og örugglega oftar í lífinu þegar ég þarf á því að halda sko. En það bara gott að geta gripið í eitthvað svona til að geta hjálpað sér og sem bara staðan fyrir að ég færi kannski í áfengi sko. Þannig náttúrulega þá get ég bara talað við Mystery Boy og hann náttúrulega búinn að fara með mér í gegnum margt. En hvers vegna Mystery Boy í þessari sýningu? Þessi sýning, þegar ég kom úr meðferðinni þá var ég á því að ég þurfti að bara losa mig alveg við þennan karakter sem ég var búinn að búa til. Og ætlaði að búa til stóra tónleika sem hét Dauði Mystery Boy. Og byrjaði að skrifa þessa tónleika og svoleiðis og þegar ég fór svona inn í ferlið þá sá ég að þessi Mystery Boy karakter mun alltaf vera í mér og það myndi ekki vera gott fyrir mig að losa mig alveg við hann, heldur að reyna að hjálpa honum. Þannig að verði bara svona fallegri ímynd af mér sko. Þannig að ég fór að breyta þessu í það að vera þessi tónleikar sem ég veist svona að kveðja Mystery Boy heldur að fagna honum og hvernig hann hefur hjálpað mér og svoleiðis og eftir það þá einhvern veginn fóru skrifin að vera einhvern veginn miklu bara fór að renna miklu betur og þá sá ég var með meira í höndunum heldur en bara einhver
einhverja tónleika og þá fór ég að hugsa mér hvort ég geti gert þetta að söngleik kannski. Og fór svona að hugsa það og síðan bara einhvern veginn þróaðist það fram í þennan söngleik, sko. Karakterarnir, Já. hvaðan koma þeir? Þeir koma úr mínu lífi og sumir eru aðeins kannski svona kryddaðir, flestir kannski, en ég sæki þá í fólk sem ég þekki. Það er það sem ég hef reynt að gera í þess þegar ég var að skrifa það sem ég þekki. Það oftast vísir á að maður sé að skrifa eitthvað tært og eitthvað sem mikið sannleikur í, að maður skrifi það sem maður þekkir, sko. Þannig að ég fór að líta í kringum mig karaktera sem ég þekkti og sem ég fannst vera skemmtilegir og fór bara svona hugsa hvernig þeir eru og reyna að sjá lífið í þeirra sjónarmið og svoleiðis. Og síðan náttúrulega þegar þeir voru svona að fæðast og þá fór ég í kryddskapinn að aðeins svona setja dass af svona til að gera aðeins líflegri og skemmtilegri og svona fóru líka að hugsa hvernig ég myndi bregðast við í ýmsum svona atburðum, sko, ef eitthvað gerist, hvernig ég myndi bregðast við, hvernig ég myndi vilja bregðast við og fór að skrifa það inn í líka, sko, þótt að maður veist hafa mjög margt svona kannski ekki fáránlegt heldur svona fantasíulegt hvernig karakterinir eru og þannig að ég fór svona að setja það svona inn í þetta líka til að gera þetta svona gera svona ævintýralegri bragð að þessu. Því þetta svona söngleikur, sko, það náttúrulega svona mynda svona smá ævintýra heim í kringum þetta. Svo nú líka kunnulegt andlit, Fríðadís systir leikur, líka hlutverk. Það var ágætt að fá hana líka inn í þetta. Ég skrifaði þetta hlutverk með hana alveg í huga frá bara A til Ö, sko. Og hún væri, því hún búin að vera svona hálfgjörlega bjargvætturinn minn í þessari baráttu. Og hún svona þráðurinn, ástin og þetta fallega í söngleiknum. Og hún skilaði þessi hlutverki alveg frábærlega, sko. Hvað eru þið búin að sýna margar sýningar? Það eru komnar 10 sýningar og við höfum 2 viðbót hérna eftir, núna á föstudaginn og á sunnudaginn. Áður við förum í Þjóðleikhúsið 24. maí. Nú þið einmitt eins og hún sagði þér að fara að sýna í Þjóðleikhúsinu. Fáðu ykkur tíma til að undirbúa ykkur þar? Já, við erum það heppin að við fáum held ég 1 dag til að undirbúa okkur alveg og það víst ekki alveg gefið af því það alltaf svo mikið að gera hana í Þjóðleikhúsinu og mikið að sýningum en það einhver smá dauðutíma hana og það svona hluti af því að við fáum að setja hana upp að við fáum alveg held ég alveg 1 dag til að æfa okkur og stilla og svoleiðis. Verður það ekki svolítið gott að fá svolítið tilfinningu fyrir sviðinu líka? Já, það sé alveg bara krúsulatriði, sko, að geta farið hérna og æft og kannski tekið eitt reynsli og fengið tilfinninguna og aðeins fengið að kynnast húsinu og svoleiðis, sko. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Og hvað tekur við eftir Mystery Boy? Annars söngleikur kannski? Já, það aldrei að vita, sko. Það eru nokkur verkefni sem ég að vinna í núna og ég get alveg trúið því að ég muni vinna eitthvað meira í kringum leikhúsið, sko. Handrit eða bara leikari eða, nei, ég sé það. Blundar leikari í þér eða? Nei, það held ég ekki. Ég get ekki munað eina setningu, sko. Þannig að mér finnst betra að skrifa orðin heldur en að segja það, held ég. Glæslegt, til hamingju með þennan frábæra árangur. Takk hérlega fyrir. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Í síðustu viku var afhjúpað minnismerki bandarísku sprengjuflugvélina Hot Stuff sem fórst 3. maí 1943 á Fagradalsfjalli á Reykjanesskaga. Alls fórust 14 menn í flugslysinu en einn komst lífs af, stélskytta vélarinnar.
Borð í flugvélinni var Frank M. Andrews en hann var yfirmaður alls herafla Bandaríkjanna í Evrópu þegar vélin fórst og var á meðal þeirra sem létust. Minnismerkið við Grindavíkurveg en á því meðal annars eftirlíkinga B-24 Liberator vélinni. Á minnismerkinu má einnig finna upplýsingar slysið, nöfn þeirra sem voru borð ásamt ljósmyndum af braki flugvélarinnar. Fjöldi manns var samankominn við afhjúpunina, þar á meðal ættingjar hinna látnu ásamt fulltrúum íslenskra stjórnvalda, Landhelgisgæslu Íslands, bandaríska sendiráðsins á Íslandi og fulltrúar frá flugher Bandaríkjanna. Bræðurnir Þorsteinn og Ólafur Marteinssyni eru áhugamenn sögu seinni heimsstyrjaldarinnar hér á Íslandi og koma að uppsetningu minnismerkisins ásamt bandaríkjamanninum Jim Lukes. Við ræddum við Þorsteinn eða Dotta eins og hann kallaður við minnismerkið. Já, við heldum úti heimasíðu sem heitir stríðsminjar.is og erum að safna upplýsingum þessa atburði á stríðsárunum. Og við erum komin með 130 óhöpp, bæði það sem mannskaði og alveg niður í minni áttar óhöpp á flugvöllunum. Þetta slys sem verður hérna í Fagradalsfjalli fyrir 75 árum síðan, þetta í rauninni stórmerkilegur viðburður. Mér finnst það. Og að þetta skuli gerast hérna bara í svona bakgarðinu hjá okkur dálítið merkilegt, en þessi atburður hann bara þaggaður niður. Þetta á svo óheppilegum tíma á stríðsárunum, þetta svo slæmt svona áróðurslega að hershöfðinginn farist, fyrstu hetjurnar kannski á leiðinni heim. Þannig að þetta bara sléttað yfir þetta og það hvergi minnst á hann mann. Þó þú lesir þér til í sögubókum stríðið þá hvergi minnst á hann. En hann á bara heima í hópi með Eisenhower og Patton og Bradley og Montgomery og Andrews á bara að vera þarna með þeim því að hann væri þar fremstur í flokki hefði hann lifað. Þetta náttúrulega svolítið breytir kannski bandarísku sögunni, þetta slys hérna? Ég veit það ekki, það nú meira en að segja það að fara að leiðrétta söguna en allavega þetta kannski fyrsta skrefið og þetta verður hér og allavega þessi menn gleymast ekki, þeirra verður minnst og það bara svo gaman að geta tekið þátt í þessu. Hann mjög skemmtilegur og hress þessi Jim Lukes sem hefur átt veg og vanda því að safna fyrir þessu og svona koma þessi í kring. Við erum bara búin að vera hjálpbúnir hérna heima og ég bara líka svo stoltur af okkar fólki hérna, móttökunda sem við fengið við þessari hugmynd, bæði hérna í Grindavík og hjá Landhelgisgæslunni og í Keili hjá Hjálmari og það nokkuð vel í lagt með þennan minnisvarða, þannig að þetta kannski dæmi það að þetta svolítið merkilegur atburður. Já, þetta stórmerkilegur atburður en þeir voru alltaf dálítið margir á stríðsárunum og þessi svolítið afskektur út í Íslandi, upp á Íslandi en nú Ísland inn í ferðaþjónustunni, þannig kannski breytist þetta eitthvað, ég veit ekki, það en við bara sjáum til, þetta á góðum stað, það mikið af fólki á leiðinni í Bláa lóni framhjá og kannski verður þetta stoppustöð hjá því fólki. Eru margir svona slysstaðir frá stríðsárunum á Reykjanesskaganum? Já, þetta kannski heldur mikið að segja sig út allt, en þeir eru bara svona í næsta nágrenni við okkur eru 7 flugslys. Það eru 2 önnur flugvélaflök í Fagradalsfjalli fyrir utan þetta. Og þetta allt vegna veðurs og kunnáttuleysis, menn þekki ekki aðstæður og svo voru siglingatækin á þessum tíma, það var bara loftvog og áttaviti það var ekkert GPS eða neitt svoleiðis þá. Og þetta veður sem við erum að upplifa hérna í dag, þetta eitthvað bara svipað og var þegar þetta slys varð? Ég hugsa þetta sé mjög njálagt. Það til kvikmynd sem var tekin daginn eftir slysið þegar að björgunaraðilar komu á staðinn og það sést á henni að það svona suðvestan éljagangur á þeirri mynd, þannig að ég bara nokkuð viss að þetta sama veðrið Fersk og safarík melóna með 50% afslætti. Netto.
Ljúffeng nautamjaðmasteik með 33% afslætti. Netto. Í nýrri skýrslu KPMG þróun atvinnulífsins á Suðurnesjum eru skoðaðir 4 möguleikar sem Suðurnesin standi hugsanlega frammi fyrir árið 2040. Bent á hvernig ferðaþjónustan og þjónusta við flugstarfsemi hafi bjargað svæðinu og viðsnúningur orðið eftir árið 2010 í kjölfar mikilla erfiðleika eftir efnahagshrun og brotthvarf varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Kostir og gallar eru dregnir fram í sviðsljósið. Ljóst að Suðurnesin með Keflavíkurflugvöll hafa gríðarlega framtíðar möguleika og svæðið nú orðið eitt helsta vaxtarsvæði landsins, en starfsemin nokkuð einsleit og burðarásarnir eru í grunninn 2 íslensk flugfélög. Mikla breytingar í starfsemi þeirra gæti haft mikil áhrif á gang mála á Suðurnesjum og landsins alls, en 1/4 Suðurnesjamanna starfar við ferðaþjónustu eða starfsemi tengda henni. Í skýrslu KPMG sem unnin fyrir samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar og Isavia eru setta fram 4 sviðsmyndir sem hugsanlega blasi við árið 2040. Reynt að finna svör við þessum spurningum sem og öðrum snúa að þróun atvinnulífs á Suðurnesjum til framtíðar. Því velt upp hvort Suðurnesin verði á orðið iðnaðarsvæði og aðal áherslan lögð á landeldi með eldisstöðvum. Því líka velt upp að Suðurnesin muni nýta sér mikla fjölgun ferðamanna frá Asíu og að fraktflutningar muni blómstra. Þá skoðaður möguleiki á því að atvinnulífið muni byggja á þekkingu og sérhæfðum störfum sem laði að sér ungt og menntað fólk. 4. og síðasta sviðsmyndin sem kölluð var Flugborgin byggir á því að flugtengd starfsemi eflist enn frekar og Suðurnesin og höfuðborgarsvæðið myndi samfellda byggð og hraðlest flytji fólk á milli staða. Forráðamenn frá aðilunum sem stóðu að sviðsmyndavinnunni og frá KPMG svöruðu spurningum Víkurfrétta hvað hafi staðið upp úr í þessari merkilegu vinnu. Þegar maður sér uppbygginguna bara á heimsvísu allt í kringum okkur og gerir sér grein fyrir því ef að við erum ekki að tækla hlutina hér á Íslandi og sérstaklega hérna með uppbyggingunni kringum Keflavíkurflugvöll, þá verður við bara undir í samkeppninni. Og það það sem kannski kom svona mest óvart að gera sér grein fyrir hvað við yrðum að vera svona áfram í að byggja upp áfram og halda áfram í því sem við erum að gera. En þetta eru margar sviðsmyndir sem að þið setjið fram og margir möguleikar. Einhvað af þessu sem þér finnst líklegra en annað að geti gerst? Nei, í sjálfu sér það gætu allar raungist. Eins og uppbyggingin búin að vera í sambandi við ferðaþjónustuna, þá flugborgin og það allt saman kannski líklegra finnst manni. En það getur bara breyst á einni nóttu og þá eins gott að við séum tilbúin til að mæta framtíðinni ef hún verður öðru sér heldur en við reiknum með henni. Þú nefndir í þinni framsögu ákveðna áhættu eins og það þar sem að 2 íslensk flugfélög eru mjög stór og ráðandi í þessari drift sem í gangi ef að annað færi eða flytti eitthvað annað. Myndirðu telja það sé möguleiki? Já, klárlega, vegna þess að líka forsvarsmenn flugfélögin hafa talað með þeim hætti að þau enda sagt þau gætu farið annað en þau hafa líka sagt Ísland gæti orðið Dubai norðsins og þá því það bara endalaus uppbyggingu þannig að það getur líka orðið. Berglind, þú ert framkvæmdastjóri sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Hvað það sem að sló þig í þessari vinnu? Eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Við erum búin að upplifa eitt hrun og nú mikið góðar í gangi. Hvað stendur upp úr hjá þér? Það kannski helst að starfsemin hjá okkur töluvert einsleit. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fjölga ekkjunum hjá okkur og kannski taka hluti á rannsóknarborginni og auka við þá nýsköpun og öðru sér störf hjá okkur. Ég sé klárlega að vinna sem þessi nýtist bara inn í þá vinnu sem að fara af stað með Ásbrú Norður og svæðisskipula Suðurnesja. Það komur hins vegar mest óvart bara hvað þetta gott plagg til að vinna stefnumótun eftir. Ég hafði ekki alveg gert með það í hugalund þegar ég fór af stað í þessa vinnu, en maður alltaf að læra og þetta bara minn lærdóm sem ég dróða sér í vinnu, að þetta svona fjölnota plagg sem við erum í höndunum. En eitthvað sem að þér finnst af þessu líklega til að gerist frekar en annað?
Þetta auðvitað alltaf spurning hvernig við lítum á hlutina en ef við skoðum alla myndina þá kannski engin það ekkert allar slæmar eða allar góðar. Það bara hluti af þeim öllum gæti ræst eða ekki ræst. Þetta hins vegar, ef við erum ekki að vakta svæði okkar þá þetta gerast hluti sem við vildum alls ekki að myndi gerast. Þannig að ég held að fólk ætti bara að hafa þetta alltaf í huga þegar það að vinna að sinni stefnumótun í sveitarfélögunum að hluti gæti ræst og aðrir ekki. Sigurgestur, þú varst að vinna hjá þróunarfélagi Keflavíkur flugvallar Katigó og það búið að vera gríðarlega mikið í gangi þar frá því að varnarliðið fór. Þannig að þú kemur með ákveðna sýn gerir ráð fyrir inn í þessa sviðsmyndavinnu fyrir Suðurnes 2040. Hvað það svona sem að stendur upp úr hjá þér eftir þá vinnu? Já, þetta er rauninni þriðju sviðsmyndina sem ég tek þátt í að vinna og það í rauninni alltaf sama niðurstaðan. Maður að fræðast hvernig umhverfi manns í rauninni með því að greina það með þessum hætti og eins og margir hafa kannski komið inn á hér í dag að þær geta nefnilega allar ræst sviðsmyndirnar. Þú þarft að vera undir það búin að aðlega þína stefnu að því hvað gerist í hverju sviðsmynd fyrir sig. Það kannski ágætis dæmi til þess það að í eldri sviðsmyndum að þá byggðu við til þess upprunalegu stefnu Katigó út frá því að hún myndi komast af í öllum sviðsmyndunum. Við vissum hvað ætlum að gera, sama hvaða sviðsmynd kæmi upp. En þetta ekki pínu flókið? Þið mæti með ansi marga möguleika. Hvernig getur í rauninni svæðið eða aðilar undirbúið þessi undir þessar sviðsmyndir? Já, það kannski fyrst og fremst einmitt með því að velta fyrir sér hvað sviðsmyndirnar þýða og jafnvel í einhverjum tilfellum einmitt bara að vera ósammála þeim. Við setjum fram þarna nöfn eins og Google og Amazon og einhverjum kann kannski að þykja það að vera svolítið vel í lagt en ef þér finnst það ekki líklegt, hvað finnst þér þá líklegt að sé í staðinn og nýttu þær þannig til þess að kveikja í þér að draga fram hjá sjálfu þér hvaða í rauninni þróun þú telur líklega. Ég ætla að fá að stelast til að segja frá því hérna að þú ert hættur að vinna á þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar, ert farin að vinna að viðskiptaþróun hjá Reykjanesbæ sem á gríðarlega mikið undir á næstunni í þessum málum. Nú ertu komin inn í það sæti hjá Reykjanesbæ. Hvernig myndirðu segja mér hvernig horfur á þetta þaðan? Bara einmitt þannig. Ég mun alveg pottþétt í mínu starfi draga upp þessar sviðsmyndir og ræða þær við stjórnendur bæjarins það hvort að við séum í öllum skrefum að fylgja eftir því sem þar kemur fram. Eins og kom fram hér í dag. Að ákveðnir hlutir munu eins og til dæmis þróun til framtíðar út frá því hvernig framtíðarsamfélagi mun líta út. Þeirri tækniþekkingu sem þá þarf að vera til og svo framvegis. Erum við að stuðla að þessu öllu saman? Erum við að gera allt sem við getum til þess að geta gripið verðmætu tækifærin? Þessi sem að geta breytt samfélaginu okkar eða eru við kannski bara alltaf að bregðast við? Það svona spurningin sem við munum nota þetta til þess að draga fram. Guðný María búin að vera starfsmaður hjá Ísafja í 14 ár og ert búin að vera að vinna í þessari gríðarlegu uppbyggingu og þú komst líka rétt fyrir hrun. Hvernig horfið þú á þessi mál? Ég sé í rauninni þessa sviðsmyndavinnu mjög mikilvægt tól til þess að við undirbúum okkur fyrir framtíðina. Það nú bara þannig að veit enginn okkar hvað hún ber í skauti sér og við vitum ekkert hvað börnin okkar að fara að starfa við í framtíðinni. Ég horfi á þetta þannig að þessar sviðsmyndir í rauninni eru gott tæki og tól fyrir okkur til að taka þetta samtal. Hvað það sem að breytast í kringum okkur? Í hvaða sviðsmynd við mögulega stödd í dag og við að færast yfir einhver aðra? Og hvað það þá sem við þurfum að vera tilbúin að takast á við? Og það alveg þekkt dæmi að fyrirtæki sem vinna svona sviðsmyndavinnu og þau eigi aðgerðaráætlanir fyrir ákveðna sviðsmyndir til að grípa til ef að menn sjá að hlutir að þróast í einhverja neikvæðar áttir. Þannig að ég held að mín von svo að fyrirtæki á svæðinu og þeir sem að stjórna hér í bæjarfélögum og auðvitað þeir sem að stjórna landsmálunum líka, vegna þess að þetta ekkert einkamál Suðurnesja eins og við komum margoft fram hér á fundinum í dag, að þeir nýtist þessa vinnu til þess að horfa til lengri framtíðar og reyna að búa samfélag okkar undir þessar breytingar, þessar sveiflur, þessar tækniþróun sem við eigum vona í framtíðinni, vegna þess að það erfitt að fara í gegnum niðursveiflur, það líka erfitt að fara í gegnum uppsveiflur, en ef við getum undirbúið þær sem besta þá hlýtur það að vera auðveldara. Þannig að í öllu þessu sama getum við sagt að undirbúningur fyrir eitthvað óþekkt sé mjög mikilvægur þó að sé vissulega þurfa að vera mikill.
Og ég held að svona sviðsmyndavinna geti líka nýst þannig að þeir sem að stjórnir fyrirtækja, framkvæmda stjórnir og annað, geti horft á þessar sviðsmyndir jafnvel einu sinni í mánuði og velt fyrir sér. Hvar erum við stödd? Eru einhverjar vísbendingar í því átt að við sem að færast yfir einhverju sviðsmynd þess að við þurfum að grípa til aðgerða? Og ég held að þannig væri mjög hollt fyrir svæðið okkar og fyrir atvinnulífið í heild sinni á landinu að nýta svona sviðsmyndavinnu. Og saman öll sveitarfélög? Að sjálfsögðu. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á elstu útgáfun okkar, blaðið okkar Víkurfréttir sem við höfum gefið út síðan 1980. Við tökum fyrir allt það helsta sem í gangi í mannlífinu á Suðurnesjum í hverri viku, áhugaverð viðtöl, greinar og fréttir, efni fyrir unga fólkið, sportið og pistla. Svo bæjarpólitíkin fyrirferðarmikil þessa dagana. Blaðinu dreift inn á hvert heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum, en svo líka hægt að lesa það í rafrænni útgáfu á vefsíðu Víkurfrétta www.vff.is. Það auðvelt að gera það í símanum, spjaldtölvunni eða bara í tölvunni. Við sjáumst aftur að viku liðinni. Takk fyrir okkur og verið sæl.